Komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða eins og við gerum stundum á miðvikudögum spillingu. Það óþrjótandi umræðu og umfjöllunar efni á þessari eyju okkar, þar sem við sjálf mældum okkar eigin spillingu enga. Korteri fyrir hrun þegar landið hrundi vegna spillingar. Með öðrum orðum þá hefur ekki verið algjör fylgni á milli orðræðunar og hugmynda okkar spillingu og veruleikans, hver spilling í sjálfu sér mikið megin. Ég var með góðan gest hér fyrir viku, Þór Snæ Júlíusson, sem talaði afbrigðið af spillingu sem hann kallar strokuspillingu. Það þegar ég strýk þér og þú strýkur mér og við kannski gerum hvor öðrum greiða, sem strangt til tekið jafnvel glæpsamlegur en enginn veit af því. Viðskiptalífið fullt af þessu og stundum þetta í opinbera geiranum einnig. Þetta spillir sér ekki sjálft, sagði einn notandi samstöðvarinnar í kommentakerfinu á Facebook núna í vikunni eftir að hann las frétt það að 2 lögmenn hefðu báðir stutt hinn í 2 ólíkum hlutverkum. Annar sagði mér finnst þú hæfastur þegar var auglýst staða í dómskerfinu, dómarastaða, og seinna sagði hinn og mér finnst þú hæfastur og ég veit ekki hvort það spilling, sennilega má maður nú ekki nota það orð, maður má sennilega ekki staðhæfa þessi strokuspilling, en þetta svona hluti af þeim kúltúr sem að viðgengst hérna. Nú, hlutverk blaðamennskunar hins vegar að uppræta spillingu. Hlutverk varðhunds hlutversins eða aðhalds- og eftirlits hlutversins, ef allt í lagi, hreint ekki að strjúka þeim sem spilla, heldur ýfa allt upp í samfélaginu og þeir eignast oft ansi marga óvini. Og í dag ætla ég að ræða við mann sem mjög kunnur af fjölmiðlastörfum sínum og var kosinn rannsóknarblaðamaður ársins 2 ár í röð á 2007 og 2008 held ég hafi verið. Hann ykkur að góðu kunnur, Sigurjón Magnús Egilsson, velkominn. Já, takk fyrir það. Þú heyrðir að ég var svona aðeins að koma inn á það að spilling á Íslandi og svona hvernig við hugsum og rekum okkar samfélag, þetta gengur óskaplega mikið út á kunningsskap. Og svona ég strík þér og þú stríkur mér. En sko blaðamennskan má ekki alveg segja að ef þú vilt eignast óvini og þú ætlar að vera sjálfstæður rannsóknarblaðamaður og uppræta spillingu, þá eru líkurnar á óvinum ansi miklar. Já. En þetta sem þú varst að segja, það bara þannig að sko blaðamaðurinn, hann á að koma sér undan öllum strokum. Já. Hann á ekki að þykja neitt. Nei. Bara leiðu þykkur, þá er hann skuldbundinn. Já. Það bara ekki þykja neitt. Nei. Ég var svo harður, ég borðaði alltaf jólaköku og blaðamannafundum. Já, einmitt. Það bara, ég vil ekki verða skuldbundinn einhverju sem ég þekki ekki hvað ég og getur orðið. Nei. Bara ég vil það ekki, því þá leið gæti ég orðið haltur í málum og það eiginlega fyrsta skref, sko, ekki bara þeir sem vilja vera rannsóknarblaðamenn, heldur bara blaðamann almennt, ekki þykja neitt. Nei. Okkur öllum verið boðið eitthvað. Já. Mér verið boðið nýr bíll. Já. En þá reyndar til að ég myndi misnota aðstöðu mína sem blaðamann til að afla upplýsinga fyrir fyrirtæki. Það alveg galið, sko. Já. Þetta glæpsamlegt. Já, þetta það. Og ég átti þá gamlan Fiat Uno, þetta var minnavetur, og þegar ég sagði nei og fór út og settist inn í Uno og mér fannst það svo fínn að ég var að keyra heim kæjulegs í hjálkunni maður. Nei, en þetta það að fyrsta, en svo annað sem í þessum. Það verður engin rannsóknarblaðamaður nema hann geti mynda tengsl. Það verður geta sem sagt mynda tengsl við fólk. Já. Og það svo, það getur orðið alls konar, sko. Og það bara mjög gott að geta það. Og þú meinar að enginn treystir fyrir upplýsingum nema þú hafir ákveðna tengsla gáfu. Já. Og sá sé búinn að reyna það á einu eða öðru að ég sé traustsins verður. Já. Þú veist, ávinnur sér traust. Það gerist, en það mjög
sjaldan getur bara gengið að einhverjum manni og hann veit alltaf hverju þú ert og hann látið að hafa einhverjar sko merkar upplýsingar. Það bara ekki þannig sko. Og þegar á pressunni þegar ég var þar þá var það þannig að við vorum með þetta sem að kalla slúðrið, voru bara svona smáfréttir, svona skemmtilegt að vinna þetta og til að geta það, loka mörgum svoleiðis einu sinni í viku, þá þurftum maður þekkja ansi marga sko. Þannig að ég hringdi ákveðið taktíst í nokkuð marga sem ég kannaðist einhvern veginn við og þar fékk ég stundum sko bara heljarinnar uppástungur sko og ábendingar og þá er það komið þannig að þá er það fólk sem með réttlætiskennd það hefur séð eitthvað eða lesið eitthvað eða eitthvað í sínu störfum sem að ekki alveg korrekt og svo hringi ég og þá segi já, þið sigur en ég nú ekki neitt svona slúður hann það núna maður, ég hérna vistu akkur sko, þannig sko, fólki með réttlætiskendina það er eiginlega aðal fóðrið sem að rannsóknarblaðamaðurinn hefur einhver þegir kannski yfir einhvern ákveðin tíma svo bara, nei, ég bý bara hérna sigur og hringi í mig og ég læt hann benda honum á þetta mál og þannig hafa orðið mjög góðum mál til sko. En má ég halda áfram? Endilega. En þegar þú tala rannsóknarblaðamenn sko, þá eitt mál sem að svona þrátt fyrir að, sko, ég mani þetta ekki allt en þrátt fyrir að séu mörgum merkilega í sjálfsér þá það almerkilegasta og alerfiðasta það var Breiðavíkurmálið. Rifjaðu það fyrir okkur. Hvernig var það mál? Það þannig að þetta var allt í einhverju rugli sko. Mér var búið ritstjórastað á DFF sem þá var Vikublað og allir leið með það, ég þáði það en blaðið var í ládeyðu svolítið, það seldist ekki mikið. Þetta hvaða ár svona cirka? Er þetta 2007. Já, 2007. Nei, sko fyrra sinni sem ég rannsóknarblaðamaður ársins, það fyrir þetta mál. Og þá hvað á að gera svo höfðu Smári stundum verið svona fyrir löngu síðan verið að tala svona Breiðavíkur börnin og svo ég bara fyrir mig þetta og Valur Grettisson var hérna, hann var hjá þér en daginn hann var mjög aktífur í þessu og við fyrir mig þetta og þá kemur upp alveg ótrúlegt mál og mjög erfitt og þar voru margir ósáttir við okkur og reyndu að teima okkur af leiðu og annað eftir þessu sko en sko þetta sko Breiðavík var bara vesti staður bara sem barn gat verið á það eitt sig stundum í sambandi við hann fór 10 ára þangað sko tekinn heima og settur þarna 10 ára gamall og þarna var sem sagt eldri strákarnir náttúrulega þetta voru bara strákarana gáttu verið mjög erfið við þess yngri og svo kolli allt þetta var allt svart sko, þetta var svart og hérna mannvonska já, algjör og sko ég ætla stökkuði nokkra kafla sko þegar að hérna heitir það ekki, dóttir Laxness Duna fyrir ekki ég var náttúrulega frængur sem Duna og Sveinn Alla Mortens bróðir Tolla og Bubba þeir eru svona hipparnir sem koma þarna á þeim árum sko þá koma þau ráðin hérna sem starfsmenn sko og það þannig að það verið að sýna hérna þeim húsið og þetta og svo henni í kjallar og það gluggalaus kompa og Sveinn Allan held ég, hann spyr bara hvað þetta? Já, hérna geimuð á og þeir alveg orðnir óstýrilátir og leiðilegir eitthvað slís, hérna inn í gluggalausi kompi, já, það ekkert annað við þetta að gera eitthvað svona og hann nær sér bara í sleggju og brýtur þetta niður sko og þá svona opnast sko á margt gerist margt, nema það að þegar við erum að skrifa mynd og ég tala við Sveinn Allan og hann vildi ekkit við mig tala, það svo leiðis hann vildi endalega eitthvað bundi trúnaði en þá og svona svo hringir hann í mig einsinni og segir
ertu búin að finna skýrsluna sem Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur sem starfar í Englandi? Já. Fyrsta verkefnið hans var Breiðavík. Það var útskrift af verkefnið hans. Já. Og þá var þessi skýrsla vistu sem trúnaðarmál og það endaði með því við náðum minni maður og það var geggja, sko, það var geggja. Það er hálfur ritstjórnin bara í þessu máli, sko, og Anna Kristín heitin, hún Magnúsdóttir, hún reyndist mér alveg ótrúlega vel, sko, hún var eins og mamma, sko, það kom svo margir þolendur til okkar á ritstjórnina að það var bara grátur ofta á ritstjórninni, bara fram með degi, sko, bara, veist. Og hún greiða að stopið inn í kviku verða að rífa hrúðrið af hræðilegum sannleika alveg svakalega langt aftur í tíman. Og þetta reyndi alveg ótrúlega mikið á okkur öll. Og ég held að blessunin Anna Kristín sko bara þökk sér henni, sko, hvernig hún laði sig fram með þetta. Ég held að hún hafi bara eiginlega ekkert náð að vinna í alvöru eftir þetta. Þetta var svo hrikalega erfitt. Nærri henni. Já, það var erfitt, sko. Eignaðistu marga óvini þegar þú varst að ekki þessu máli. Nei, en tengst þú veit ekki, allir blaðinu þekkja þetta, ringd einhver, já, nú ertu komin út af spórinu eða eitthvað, sko. En ef þú ert með gögnin, þú ert með vitnisburð fólks og svona, þá heldur maður áfram. En ég hef átt marga, sko, svona stutt, sko, ég segi alltaf. Til dæmis eins og reyna lögregluna var ég að skrifa mál og þá var það þannig, þá sá ég það að sko bestu menninir þeir hringja aftur eftir eru reiðir. Já, en hinir ekki og þeir skipti þá yngu mál heldur, sko. Það var fólk sem hefur einskis virði fyrir blaðamannin, en þeir sem að sagðu mér til fjandans og þetta allt saman, sko, að þá þá vissi bara alveg hann ringir í mig aftur, sko. Maður vissi það alveg, þetta var bara sá þetta alveg út, sko. Þetta en óvinnir sumir eru það bara í stuttantíma, sko. En svo aftur gekk þetta svo langt út að Steingrími Njálssyni að strákanum minn eru að fá lögreglufylgd í skóla á tímabili, sko. Hann var barnanýðingur fyrir svona yngri áhorfendur og hlustendur sem ekki þekki kannski það mál. Já, hann heldur betur, hann var eitthvað svo svæsnasti sem bara mögulega sá versti bara. Já, og það voru ungi strákar og hann vissi alveg sko fæðingadaga strákana minna og í hvað skóla þið gengju og hótaði mig með þessu, sko. Það hefur verið rosalega þægilegt. Já, og hann reyndar En gerði hann aldrei alveg úr hótunum sínum? Nei, ég hélt alltaf reyndar, hann myndi aldrei gera það. En sko, já, það voru óþægilegustu svona hótaninnar. Það voru líka svo lengi, sko, bara hætti ekki fyrir hann dó, sko. Hann var harmdauði, maður ekki sagt það upp átt. Ekki nokkru manni, sko. Ekki nokkru manni. Það sko álagi til dæmis að bara ættingjan svo svona, það lítur að vera mikið, sko, því að maðurinn var alveg ömurlegur, sko. Já, sko tengst Breiðagerðismálsins við Breiðavíkur fyrirgeðu við spillingu er náttúrulega auðsæð því að þarna er alls konar svona gagnafölsun og verða hilmi yfir og allt það. Sko, ég er að nefna þetta til sögunar sem að Þórður Snær talaði sko, að við lifum núna svolítið í þeim heimi finnst manni að sko blaðamennskan er veikari heldur en hún var. Það er minna aðhald, það er ekki þessi hera fólki og það er ekki þessar stóru ritstjórnir sem voru býsna margar, þar sem að þú fékkst allavega stuðning á þínum eigin samstarfsmönnum og við lifum svolítið í samfélagi þar sem við eigum öll að vera bara voðalega næs og blíð og aldrei að takast á nein mál og þetta með, sem Þórður Snær sagði með strókuspillinguna ef aðhaldið gegn spillingu er minna þá náttúrulega bara verður samfélagið okkar verra. Sko, ég hef dálitlar áhyggjur af þessu líka því að þegar við fáum aðhaldsríkar fréttir einhvern sem er verið að segja okkur að hafi óhreint mjöl í pókahorninu sem hafi mögulega látið spillast þá er þetta oftar finnst mér núna upp á síðkastið að þetta eru lið að sko, ég held að sé ekki tilviljun að það var Morgunblaðið sem að skrifaði Ragnar Þór Ingólfsson
það orkaði kannski tvímælis að hann hefði þegið þessi biðlaun. Ég held að sé ekki tilviljun að skúpið kemur frá Mogganum, með sama hættu ég held að sé ekki tilviljun að það heimildin sem að birtir frétt Brynjar Níelsson að eitthvað orki ef til vill tvímælis í sambandi við hæfið þegar hann er verður héraðsdómari. Það sem ég að reyna að segja, Sigurjón, það að góð blaðamennska sem við þurfum svo sannarlega við þurfum á hana að halda gagnvart allir þeirri spillingu sem í landinu, getur verið að svona heildartraust gagnvart henni sé svolítið á niðurleið og við séum farin að skiptast í bara lið. Þessi fjölmiðill ætlar að pönkast á þessum hópi og þessi fjölmiðill ætlar að pönkast á öðrum hópi. Hvernig metur þetta? Já, þetta til þess með Moggan, ég held hann hafi bara oftast verið svona þegar hann hefur sittið á árandabekkjánum og ekki sjálfstæðisflokkurinn hvergi sem heiti getur við völd. Ég held þetta sé svona bara pirringu sem að hafi komið upp áður og ef við til dæmis bækurnar að styrmi sig lásum þær þá var það bara svolítið svoleiðis og nú liggur illa á Mogganum og þeir reyna, það flokku fólksins núna að hann greinilega svona nýjasti og jafnvel kannski veikasti hluti ríkisstjórnarinnar að því að það kannski fólk sem tekkist ekki mjög vel innbyrðis og fleira Já, það kemur úr þannig átt að það kannski veit ekki hvað við hæfi og hvað ekki við hæfi, bakgrunnur þessi kannski ekki alveg jafn sterkur ekki jafn skóluð og ekki jafn skóluð En svo má ég, sjáðu, nú skulum við velta fyrir okkur hérna samstöðin og við erum þrír ég, þú og Gunnar Smári sem allir hafa verið svona forsíðu blaðamenn við höfum skrifað mikið fréttu sem hafa verið á forsíðu eða frétt númer 1 og þetta, við tekjum það í stað þess að við séum með viðmælendur að tala sem ágætt að byggja reynslu í því en ef við væri nú þrír að skrifa væri með rannsóknarblaðamennsku þyrftum að skila einni svolítið frétt frá okkur á viku hvað heldur við getum búið til? Við getum búið til eitthvað gott en hver ætlar að borga það? Einmitt hann farin tíminn, svakalegu tíminn sem fer í svona Já, og kaupandinn sem áður var til dæmis Jónas Kristjánsson og L.S. Gram og fleiri sem það sem ég vann þeir voru kaupendur, eða blaðið var kaupandi borgaði með laun fyrir þetta og svo var ég á pressin og þar fikk ég líka laun og svona, þetta en þessi það engin lengur kaupandi að því sem við kunnum best það bara þannig og það á meðan getur hitt bara kraumað undir niðri ekki rétt Jú, það bara og Þórður Snær farin í pólitíkina og hann fór meðal annars, hann sagði okkur það að áreitið var stærsta ástæðan Já, þeir lendi í þessu fjandans hlerunarmálið skæruliðamálið en það ekki bara það og fleira, það líka bara þetta stanslösa áreiti og maður finnur fyrir þess vegna ég að tala strókuspillingun og tíðrandan að krakki í skóla í dag í endalausri vinsældakeppni því að þetta snýst svo mikið það að þú fittir inn og svona mér finnst bara margt í tíðrandanum grafa undan sjálfstæðri rannsóknarblaðamennsku og aðhaldi gegn spillingu. Svo mín skoðan. Ég hef áhyggjur af því. Þú nú búin að reyna ýmislegt og gert ýmislegt. Ég þú segir það, þá hef ég náttúrulega sjálfur skrifað þessa bók af því mér var ekki sama hvert Ísland væri að sigla, skaðasögu spillingar á Íslandi, besti vinur Aðal. Hún held ég, allt í lagi, ekki fullkomin bók, en ég held að þetta sé heiðarleg ekki að taka þig niður heiðarleg viðleitni en ég efast að hún hafi breytt nokkru til batna alltaf var það fjölmiðlun á Íslandi Nei, ég að segja það, mér finnst að við erum á þessar litlu sjónvarpsstöð og allt gengur þetta og við fáum fín viðbröð sem við að gera en við getum ekki stundað rannsóknarblaðamennsku sem gæti tekið viku og fallið þá kannski og það getur ýmislega gerst. Ertu ekkert smeykur að rannsóknarblaðamennska heimildarinnar hún sé farin að snúast
snúast pínulítið ákveðna hópa frekar en allt samfélagið sé undir með sama hætti og ég ræddi til dæmis við hérna fólk sem hefur unnið á Mogganum í þessari bók og það sagði að það hefði oft verið þannig að það spurt hvaða stöðu hefur maðurinn áður en það ákveð að taka hann niður. Ef hann góður og gegn sjálfstæðismaður þá hún kannski fyrirgefið sem hefur unnið trúnaðarstörf fyrir flokkinn, þá ekki fjallað hann með sama hætti eins og það fjallað einhvern vinstri róttækling sem að þeim finnst að sé stórhættulegur sko. Bara skilurðu? Já, ég trúi þess alveg. En hvað hérna, ertu vissum að sko þetta traust sem mér finnst að hafa verið meira og við höfum ekki verið að hólfa eða liða skipta fjölmiðlana, heldur skúpp bara skúpp, afhjúpun aðhald gegn spillingu, ertu hérna, við komin út í þessi lið núna, meira? Ég veit ekki bara, en þegar þú segir þetta, þá var þetta náttúrulega þannig, Björn, að á þessum tíma sem að vera að skrifa svona forsíðufréttir sem gátu svona stungi einn og annan, sko, að svo kannski eitthvað mannamót, þá kannski að þú skulle láta sjá því hér eitthvað svona, sko, sem að, hreyfi ekki áfrekar, ég veit ekki hvað, sko. Nei. En það var samt sem áður var, svolítið þannig, sko. Já. Ég þekki nú vel þennan nálæðar vanda í fámenninu fyrir norðan, þegar ég var að vinna þar og var að vinna margar af mínum hörðustu fréttum í litla þorpinu á Akureyri. Maður var nú stundum var talað hann í 3. persónu lyftu eins og maður væri ekki viðstaddur og maður rakkaði niður. Það voru stundum viðbröð samfélagsins, einhverja valdamanna sem voru ósáttir við efnisumfjöllun og alls konar svona. Sko, þegar ég flutti fyrst til Akureyra 1976 þá fekk ég vinnu á lyftara. Þá var þetta tengdababbi minn, var vegstjóri í Eimskip og ég var svona gömlum klarkur eins og Akureyringaköllun og lyftarana og svo sólstöðusamningarnar, mannstu þetta þeim? Já, ég held það. Nei, sólstöðusamningarnar voru þeir þegar það var vísitölutryggt bæði lánin og launin. Ok. Og Akureyri var þá gefið út blaðsett Norðurland, það var Alþýðubandalagið og hvað hét hún mammas marðar, Vilborg að hún ritstjóri þar og ég sit þarna upp á svo lyftara þegar hún kemur og tekur mynd af mér og spyrir mig út í þessa sólstöðusamninga og ég segi þá var ég bara 76, 22 ára gamall og ég segi eitthvað að þá leið að ég hef enga trú á þessu og veistu að eitthvað verðtrið einhver laun, þeir taka það bara við fyrsta tækifæri, veistu, þetta bara augljós hvernig þetta og þeir geta að tala fram og tilbaka segja eitthvað slis en það bara, þeir ekkert að tryggja mér fleiri krónur í veski, sko, alls ekki, sko og segir svo, íslenskt þjóðfélag bara viðbjóður, sagði ég og þetta var fyrirsögn á bakinu á Norðurlandi Alþýðu hetjan ég var undan styrmi, sko það segir þetta, en þá bara var svona ónót við mig hér og þar, sko, akkur ferði ekki hvað er þetta hanga hérna ég var ekki að tala um Akureyri, það var bara íslenskt þjóðfélagi viðbjóður Tóku þeirra persónulega? Já, sumir aðrir sögðu gott, þeir og eitthvað Svo líka þetta, hvað heldur þú sért? Að þykistu vera eitthvað betur en við hinn Það getur líka orðið mein sem var alls ekki, sko Nei, en þetta orðin ansi löng vakt hjá þér, Sigurjón og mikil blaðamennska og margar fréttnæmar sögur og ég efast ekki að þú hefur hvað eftir annað gert þitt til þess að bæta íslenskt samfélag og þú hefur lagt töluvert á því Ég gekk ekkert með það í maganum, ég var bara, sko ég ætlaði aldrei neitt meira en bara að vera þessi blaðamaður ég þurfti ekkert, sko einhver laun annars stað frá einhver og þakka mér eitthvað, ég mér alveg saman það alltaf, ég bara sérstaklega þessi tími sem vorum á pressunni, þetta var alveg ógrynni mála og það var sko, þetta var orðið þannig á 50 dögum þá heyrðum við bara í lyftunni og þá vissum við bara stefnuvotturum var að koma já, okkur var stemt alveg út og suður og tímabili það er eitt svolítið merkilegt mál það var smemálið, það var sko undirskriftin mín, sme að þá ég sem sagt mér er stemt á grunni hennar og útskjöndum ábyrð stáltækjum og tókspilum það var fyrirsögnin og svo það þannig að það er ég er dæmdur
en ritstjórar og útgefundur, þeir eru sýknaðir. Svo það þannig að það vantar inn í málið, sko. Blaðamannafélagið vildi taka málið yfir og gerði það af því að þetta hafði svo mikil áhrif á blaðamenn, sko, að auðkenna sér fréttirnar og meiri segja að þá var þetta, sko, á allan að 2 ekki 3 Norðurlöndum sem þurfti að mæti í viðtal, sko, í símaviðtal út af þessu. Þetta vakti mikla athygli, ekki bara í Íslandi og þetta var mjög mikið mál og svo hérna sem sagt að blaðamannafélagið eða lögum þess áfrýjar fyrir mína hönd að ég var eini sem var dæmdur og svo vantar inn í þetta því að ég var aldrei spurður eitthvað ákveðið þannig. Ég verði að fá málið kom upp í Hæstarétt, þá var ekki landsréttur til, sko, og ég bara, og hann óskar þess bara að ég verði yfirheyrður í héraði. Já, og svo hann nær því í gegn og ég fer þá ég spurður og fæ leið að fara mitt vitni í viðbót, sko, sem stýður mig alveg og svo kemur hérna dómurinn og þá ég sýknaður að þessu. Sem sagt, ég bæri ekki þessa ábyrgð og sér heldur, var mikið frekar útgefandinn en lögmaðurinn inni minn, hann gleymdi að áfrýja sýknudómi minna. Skilur mig? Já, sko, Jónas, Ellert, Sveinn og Hörður, þeir voru sýknaðir. En hann áfrýjar því ekkert. Bara, ég áfrýjar því ég var einn dæmdur. Hinir voru bara farnir. Og svo ég sýknaður. Og hérna, þannig að þá geta blaðamenn, þá hættum blaðamenn að merkja sér fréttirnar, sko, strax bara. Leið og mér var stemt, sko. Og svo, sem sagt, vinn ég sigur í þessu máli eða lögmaðurinn, en það reyndi aldrei á ábyrgð útgefanda og ritstjóra. Af því að því sýknudómi þeirra var ekki áfrýjað. En þetta var eitt svona skemmtilegt mál, þetta var mjög gaman. Ég þekki þessi kælingar áhrif mjög vel, hvernig hérna alltaf verið að hóta manni lögsókn og maður náttúrulega hefur oft þurft farið fyrir siðanefnd, það eru allmargar kærur, ég hef oft verið kærur fyrir siðanefnd. Já, ykkur að þar. Já, ég held að bróðurinn Gunnar Smári í metið, ég held að séu 9. En það var ekki allt út af frétt. Nei, þess að Reynir Trausta sé búin að slá þessu allir. Það getur verið, en sko en bara svo ég segi það upp átt að þetta ofta ekki út af fréttum ef við tökum Smára, sko. Það kannski ekki fréttir sem hann hefur sjálfur skrifað og kannski kom hann ekkert mikið nálægt þeim. Hann var bara talin bera ritstjórnarlega ábyrgð á þeim, þannig að stundum þann bara þannig að ég þekki þetta, þú þekkir þetta mjög vel. Sem ritstjóri, ég þekki þetta. En við þurfum að standa rosalega vel í lappirnar og vera vakandi og við þurfum að passa það að fjölmiðlunin í landinu verði ekki þannig að við tortryggjum hana og við skoðum hverjir eru í hvaða liði. Ég held að ríkið verði að halda áfram að huga að styrkingu fjölmiðla með hvaða hætti sem það verður. En kærar þakkir Sigurjón Magnús Egilsson fyrir að koma hérna í spjallið og svona opna í stuttastund glugga inn í þína fortíð sem ég held fram að hafi verið okkur mjög mikilvæg hér. Takk fyrir þetta. Nú, við förum þá yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 40 til 89 starfsmenn, í fyrsta sæti Þjóðskrá Íslands, í öðru sæti Menntaskólinn á Ísafirði og í þriðja sæti Vinnueftirlit ríkisins. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.